Lots frá YouTube. Það er alltaf smástund buffering. Já. Við erum aðeins eftir á, sko. Hérna erum við byrjaðir. Er eitthvað mættur? Er ekki komin inn eða? Bæng komin. Komið. Einn að horfa. Það er örugglega ég. Varstu, Og ég. Ég er komin inn. Við erum tveir þá að horfa. Ég sagði fyrstur. Já. Hey! Kommentakerfi going nuts, man. Nei, býtu. Tæknistjóri mættur. Heyrist náðu vel í okkur. Tæknistjóri. Bið ykkur að segja þessi fyrsti strax sem ég gera þannig. Það er alveg augljóst að ég var fyrstur. Það er svolítið augljóst, sko. Herru, hvernig er hljóðið? Allir sáttir? Ég er komin með 2 tæknistjóra, ég er að fíla. Já, Hilmar Darri er hérna. Hilmar og Magnús eru sem sagt í okkar tæknistjóra nefnd. Þeir eru nefnd núna, stórt heimi. Já. Þeir eru, trúi ég, með AI í liði með sér. Öðru sem verður ekki hægt. Nei, það væri ekki hægt öðru sig. Herru, það er spennað í deildinni. Herru, já. Hvernig er staðan í henni? Herru, fyrstur er Jökull. Það er þessi. Hann er með 87 stig. 87. Óli Þorbergs er í öðru með 76 stig. Þessi, já. Og Andri Már í þriðja með 71 stig. Næs, maður. Jóhann Ingi reyndar reif sig vel upp síðast, hann þegar hann vann. Já. 58 stig í fjóraða en svo er þetta bara nokkuð jafnt að það verið neða. Þannig að það er ímislegt gerst. Já, þetta er spennandi deild og veitu hvað eru margar keppnir eftir 3 eða? Með þessari? Þú ætti að spyrja þessar stóru fyrirlega. Þetta er, já, það eru 3 ár eftir þessa. Það er nóg eftir inni. Hverjir sita í fallsæti? Fallsæti. Hérna höfum við svo mikið sem Davíð Örn, David Adams. Maggi Ingóls og Þórður Ástórs. Það er stafsynningavilja en ég ætla ekki að láta frýta vöðuna mér. Það er ekki professional. En já, Þórður Ástórs. Nei. Það er ekki professional. Ekki sem sér, eða hver Gunni sem sér þetta. Veitu, eru allir í kvöld? Af hverju Dotti ekki þetta braut? Sandbaka. Það er að sandbaka. Það vantar 2 í lobbyið. Chat, getið þið látið okkur vita hvort þið vitið af einhverjum brottförum eða hvort það vantar einhverja. Það er ekki spúf. Ég ætla að spyrja líka hérna inn á chatinu. Vantar 2 spurningamerki. Question. Hjarta. Passive aggressive. Hilmar, nennið þú að hérna kommenta spánar kom með spánar þínar, þannig menn geti copy-pastað og síðan var hann líka, sá ég búinn að setja inn á Facebook-grúppuna sem sagt, svona template fyrir ykkur hérna. Þannig viljum við fá þetta og þannig öðru sem viljum við bara ekki fá þetta. Hann er ekki tekið með. Nei, það er bara ógilt. Nema að ég sé ógilslega miklu stuði og ég er það. Er það? Já, ég held það, það var skemmtilegt. Það gleður mig. Úps. Það var þyrla að fljúga yfir brautina. Og helikopter. Helikopterinn. Sjáum hérna Jökull hérna, Þorbergsson, Andri Már, Jóhann Ingi, Ási. Herðu, sjáu þið. Hann Ási er með Motto Mars livery. Þetta er skemmtilegt. Agnar ekki. David Adams, hann er ekki með það. Jói Egils, hann er ekki með það. Ingi, hann er ekki með það. Ég held að þessi menn séu nú samt að sporta góða mótu bara. Já, þeir, sko, ég held að þeir sem eru með liveryið
kannski geta þeir ekki safnað í móttu. Og það ekkert grín að geta ekki, látum við ekki það. Nei. Ertu með móttu eða? Nei, það get ég ekki gert. Ég sennilega með flottustu móttu sem sést hefur verið. Þú sjálfur segir frá? Ég er mjög hóvar. Já, ég er sennilega hóvarasti maður í heiminum, en þessi mótta á mér, hún er sennilega svo besta. Og velurinn fyrir að spá rétt í kvöld að fá mynd með þessari móttu. Já. Það er sjálfa með honum Jóni. Þannig að vandi vel fyrir að spá fyrir því í kvöld. Kvöldið, Oliver Nói mættur. Þetta er gríðarlega spennandi að styttist í þetta. Hvað er time? 17, já. Ekki koma að þessu. Engin svör með styttist óður. Vant einhverja? Nei, hvað það? Ég er með slögt á tilkynningun. Það er ekkert. Það er svo professional í kvöld. Ég? Með slögt á síma hefur. Já, ég er slögt á tilkynningunum bara. Gert. Ég er eitthvað alltaf með slögt á tilkynningunum. Ég er alltaf að missa einhverju. Já, það er klassískt. 15 mættir í tjattið en engin spá. Þetta er ekki profesh. Það er eins og ég vilja ekki fá sjálfu með Hilmar Darri, Classic, fyrstur og professional. Það er engin. Þú ert að draga yfirmaður kommentamála. Það er engin Ólafur í þessari spá. Er engin Ólafur? Þorbergsson. Þetta er balls í spá. Brekka í kvöldur hann. Ef satt að reynist hjá Hilmari, ég man það ekki, var hann ekki way off síðast? Hann var ekki með Jóhann í spánu síðast, var það? Heldur þú að jú, hann hefur verið alltaf rétt fyrir sér. Ég myndi svona fylgjast vel með því sem hann gerir. Gauð, það er crazy. Ég segja það bara alltaf. Já. En það er ekki að opna Excel-skjali. Ég þarf að gera svo ég geti sett allt inn. Já. Það gamla Excel-skjali, það er svo lengi að lótast, sko. Það tekur smá tíma, það er svo stórt líka. Já. Eigum að halda utanum tölfræðina hver er með flestu kommentin. Er Ási búinn að skipta númer? Þetta er þetta ótrúlega. Já, herðu. 21! Herðu! Hann hefur tekið þetta inn á sig. Skipti Jökull líka af númer? Þetta er ekki fyrir skverað. Veitu hvað, hann bara ekkert hérna? Já. Herri, já. Ási er búinn að skipta númer. Hann er númer 21. Og leiður þetta skandalinn síðan síðast. Já, þetta átti við mikið rugling síðast. Þetta breytti öllu. Ykkur með 43 var í bæði 3. og 8. sæti einhvern veginn og ég gat ekki haldið utan þetta. The Hilmer Effect. Já. Alex Thor, professional. Hann er með Óla hætt inni, hann vil halda spennu á dofnum. Vannst þú ekki í gær, Alex, til að ekki á það? Það er Maggi Ingolfs að joina. Hvernig ætlar að fara við spára á eftir bara eða? Er það ekki meira skemmtilegt? Já, jú, við bara fylgjumst með þessi enda á. Herru, ég á ekki til auka tekið orð. Alltaf. Herru, Hanso GT21. Þetta er kvörtun sem þú verður að fara með. Beidu, ég þarf að skrifa inn í lobbyið að Doddur komast ekki inn. Það er eitt sem kemst ekki inn. Hvernig klikka ég á chatið? Það er kassi, já. Doddi kemst ekki inn í lobby lads.
Klikk, klikk, klikk. Stutt, nýtt, eða... Herru, ég ætla þá að hérna... Get ekki farið hérna? Já, save settings. Þetta úrvalsdeild Q. Override. Hérna þá að fylgjast með... Klikkti klikk. Hvernig þið gert baki tjöldin. Mörg tjöld hérna, það bara ein leið til að fara bak við það. Herru, ég ætla... komið eitthvað inn á chatið eða? Nei, ekkert. Din. Herru, Hansó kærir Ása fyrir þjófnað, hlýtur að vera. Á númeri? Já. ekki þumalputta reglan að þú býður allavega þannig til að líkið eru kalt áður og stelur af honum? Annar skandall í uppsíðin? Þú veist, og annar sem að fylgir okkar góða strák Ása. Já. Hann kannski ekki eins góður og við höldum. Hann góður í að koma sér í vandræði, þetta bara bad boy of Gran Turismo. Bad boy. Bad to the bones. Dun. Ási í 7. seti. Deildinni, bara svo það sé á hreinu, ég var að skoða. Svísi, bara ég láta ykkur vita að ég að fylgjast með. Ég var ekki að hlusta, sorry. Allt í góða, þetta skipt einhver máli, það var ekki eins og mig. Ég var bara að tala við sjálfa mig. Og bara leiðir þetta að vera í summa að ég sé eitthvað að skoða þetta. Já. Við erum mjög professional. Mikið verið að tala það. Herru, sko ég veit ekki alveg hvort að við séum eitthvað að brasa í þessu lobby vandræðum. Heilið, það 1 möguleikann, þú mátt breyta núna. Já, og það bara fyrir þig. Það má engin annar taka þetta eitthvað inn á sig. Ef þið spurðið svona fallega, þá það alveg í lagi. Já, gæti alveg við stóðið, sko. Ég skal svara allavega. Já. Hann ætlar ekkert að komast inn. Nei. Hann yfirmaður lobbysins búinn að fá þessi skilaboð að, Vá, sérðu? Senur, það eru senur í Gauð! 10 skall hellingur, sko. Þetta fucking peningur. Þetta peningur sem breytir lífum, það svoleiðis. Þetta dýrari heldur en podcastuð okkar. Bíddu, það tvist, báttísúkulega, 10.000 báttístíki. Ok, núna þetta komið. Er þetta meira virði eða minna virði núna? Ég veit það ekki. Ég persónulega ekki mikill bounty aðdáðandi. Það hollt, þetta bara kókosneitur. Já, ég dæmi ekki þá sem eru það. Þú bókstæðlega bara ávextir, sko. Já, þetta ekkert annað, sko. Það búið að henda lobbyinu út, þannig að... Já, ég sit og klikka á þrýðning. Spurningum að fara bara í eitthvað bottalobby. Já, ég gera það bara. Taka bara eitt leik sjálfur. Ég gæti líka bara farið að lýsa einhvern öðru lobby hérna. Sjáðu. Road cars only, no 4-wheel drive, make friends. Make friends, Hann þetta bara einn á þinni, þannig ég... Pass. Bounty besta súkkulaði, no doubt. Eins og ég segi, Hilmar, ég dæmi ekki. Og engar skoðanir eru rangar. Þetta þín skoðun og þú hefur rétt á henni. Aldrei gleyma því. Þetta þetta furðulegasta súkkulaði. Já. En getur hann að staðfest? Ertu að tala um súkkulaði eða ertu að tala um ískalda seðla? Ég ekki viss að maður geti skrifað, sko. Nei, hann örugglega búinn að vera að reyna að skrifa síðan, sko. Titringin bara hingar, sko. Já. Þessi emoji hérna ekki að blekkja okkur. Já, passive aggressive blikk broskalli.
Já. Hann ekki að blekkja okkur, kallið minn. Gaur, þetta eins vandræðalegt og hægt að vera. Þetta rauð maður. Geturðu farið yfir alla stillingar og svona, hvað þetta allt menjúbúk og collector level og... Já, sko, hérna erum við með my page og hérna erum við með mælaborðið. Hérna erum við með options. Hérna höfum við ýmis options. Hérna erum við með manualinn. Hérna erum við Beyond the Apex. Þetta eru bara upplýsingar eða eitthvað held ég hef aldrei klikkað á þetta. Og hérna erum við með Return to Map. Glæsilegt. Ég ekki með menjubook eða þetta eitthvað svona, eitthvað verkefni sem að eru hérna Guð minn almáttugur, þetta er komið lobby. Já, takk fyrir. Það var búið að breyta, bjarga þessu. Dead air. Herðu. Maggi hafa komið með staðreyndirnar maður. Báttið Já, okay. Gott að hafa eitt svona tæknistöra. Já, næs maður. Ég ætla að lega fólki bara að lesa þetta sjálft, ég ætla ekki að vera að lesa þetta upp. Sko, það kunni ekki allir að lesa. Og ég sem ekki yfirmaður kommenta sjóðsins, þá má ég persónulega ekki lesa kommentin. Þetta ekki á skoðan og svolítið. Agnar kom inn á Facebook, velkomin Agnar. Þetta ekki Agnar sem að keppa í fyrstu deildinni, þetta er fjarskyldur frendi. Þetta bara big fan. Já, þetta bara eitthvað big fan, sko. Þetta big fan. Big fan. Þetta nafnið. Já, tilraun 2, sjáum hvað það með komast inn. Gunni var að biðja. Þetta Jón. Þú þetta farið við þetta. Ég ætla að leyfa þér að fara í chatið. Agnar sem ætlaði að keppa í fyrstu en sagði sig út deildina á þess að keppa í keppni meinarðu. Er þetta skot? Eða er þetta bara velið spurning? Ég veit það ekki alveg. Ég man ekki alveg hvað ég var að segja hann. Jú, já. Já, þetta er svona frændi hans. Já, hann var ekki. Já, Agnar, þú ert ekki að koma með rétta formið á spánni eins og við viljum. Engin hjörtu, takk. Jú, þú mátt alveg vera með þetta. Sko, nú er ég með makka og ég ætla að reyna að kópja hana. Rosalega ekki klára tölur. Já, mér finnst það mjög skemmtilegt. Ég ætla að setja inn formatið aftur hvernig gott að geta spána inn, en ég með ekki taka þessu alvarlega sem ég er að skrifa hana, ég er bara að kópja og pista það sem Hilli sett inn. Já. Það er fínt að elda þetta og það er að lesa þetta þegar ég flettu upp. Já, það er mjög fallega gert hjá þér að vera alltaf með hjarta við nefnið að Gunna, en eins og er hann að skilja Dodda út undan, þannig að það er kannski ekki mjög vinsælt núna að vera með hjarta á honum. Kóttu inn. Hilli, þú ert velkominn. Kóttu bara. Er ég með hann hérna? Hann kemst ekki inn ennþá. Gunni Löf. Er ég með Hilla Billa Mega hérna? Skulum ekki vera að setja henni fyrir að pressa við þetta. Sko það. Það og breytum lobbyið að þér. Ingi hóstan lobbyinu. Ég yfirgef þetta þá. Hvert vorum við komnir? Jæja. Credits hérna. Hvað ég á mikla peninga, sjáu þið. A rich boy. Hérna í miðjunni sjáu þið hvers konar bíl ég er að keyra right now. Ég er með Mottumars livery eftir
einhvern Einar Ragnarsson. Mjög flott, Motto Mars. Það 34,42 pp eða performance. Það komið lobby og þú getur hægt þessu. Flott. Það bara góður. Þarna bjargaði þessu. Heldur betur gott núna, sko. Gauður, ég geti talað þetta í allan dag, sko. Það nú að tökum allavega. Performance points og collectors level og ég veit ekki hvað og hvað, sko. Það svo spennandi. Daily workout. Gauður, ég elska daily workout. Klukkan. Alltaf vinsæl. Agnar, þú verður bara helst að tilnefna beygju sem að þú vilt að við köllum beygjubóði. En ég vel til. Takk fyrir þetta, Agnar, það kostar ekkert að setja like á streymi. Nei, like and subscribe, klassíst. David Adams hérna, fyrstar á braut. Doddi kominn inn, velkominn, Doddi. Gaman að sjá þig. Núna hægt að klikka á start. Herru, þið verður þá að koma með fleiri spár hérna, því að við getum ekki tekið við tímatökurspám eftir að tímatökur hafa hafist. Við erum að hafa það núna. Við fengum... Og velraunin það ekki búið breytast, það sjálfa með Jóni og mottun hans. Já. En það var alltaf standast. Alltaf standast. Með við lýsingar þá þessi motta glæs. Já. Sokkarnir, það ekki Mottumars þema. Ekki nefnum við kaupum Mottumars sokkan það. Eins og ég sagði þá að borða sokka ekki í Mottumars þeman okkar. Og hérna, já. Sko, ég fer að banna þennan gæja kommentunum, sko. Nei, hann alltaf á tánum. Á okkur. Þurfum þetta, sko. Eru þeir eitthvað að hóta að fara að byrja þetta? Já, ég held að. Hann var að klikka á, hérna, bláu stafina. Núna byrjum við. Þú þurfa tíma til að vera komið inn. Hjá þeim sem vilja vera með, en ég... Það 3, 2... þetta byrjað? Nei. Já, núna. 3, 2... Þeir eru með miklu betri bandar en við. Já, ég veit ekki af hverju við skrifa þetta niður, ekki setja þetta í chati og senda okkur bara. Svo við höfum eitthvað efni hérna. Já, okkur vantar meira efni. Herru, Ingi fyrstur át á braut. Hann á grænum Porsche. Síðan Jóhann sigurvegari í síðustu keppni. Hann einnig á grænum Porsche. Já, manstu, speglarnir hjá þeim eru mislitaðir. Það mjög skemmtilegt. Þekkju það í sundur. Jói Egils, 3. Haukur Ingi Jóð Hrafnsson. Óli Gunni Agnar. Eftir Agnari kemur Ási. Ökumaður 21, en við skulum halda okkur til haga með þá tölu. Já. Doddi komst að lokum inn í lobbyið. Uppi King, Maggi Ingóls. Var hann ekki, fór hann inn í pit aftur? David Adams býður hann í pit. Fylgjust hérna með honum Inga taka fyrsta hringinn. Nafni hérna að láta menn heyra það í kommentunum. Sjís, þetta ekki verið að lenda í húnum. Nei, hann vilt ekki vera. Fyrsti hringur var að byrja. Já, síðustu 2 beygjurnar. David Adams kominn út á braut. Úthringurinn
jafn langur og hérna innringurinn. Held ég, allavega. Herru, þá byrjum við hérna. Herru, hann fer flatur, hérna. Ná þessu allir bílar. Það er áhugavert. Fór hann ekki flatur? Ég held að hann hafi farið flatur. Sýnist það? Já. Kannski hann hefði slegið það aðeins. Já, mér sýnist það nú öðrum sem er að fara þetta í gegna þér. Þetta er glæsilegt. Já, heila. Ég held að þetta verið mjög góð tími. Arnar Freyr kominn. Vertu velkominn. Alltaf. Jú. Mér líður alltaf betur eftir að sjá þig í kommentunum. Þú gerir daginn með betri. Það var að komin á beinakaflan hérna, hann Ingi. Gegnum göngin. Þetta er svo frábær braut. Þetta er OG braut, það er þannig. Þessi beygja alveg. Frábær beygja, mikill séns á framúrækstri í þessari beygju. Það verður aksjón að það þér. Ég veit ekki hvað var að segja við þessu ring, þetta er bara frábærlega ekki hjá honum. Hérna. Og svo hann beygir, þú veist, báðar áttir og fer á stað og hægir á sér stundu líka. Vinstri, hægri, vinstri. Já. Hérna kemur hann næst síðasta beygjan. Engin mistök sem ég sá allavega. Síðustu beygjuna. Stríku vegginn, það snertir hann ekki. 1.56. 1.56, hann er rauður, er það ógilt eða? Jóhann Ingi komin í fremsta, stop the count, stop the count. Jói Egis með glæsilega hring, komin í annað sæti. Þriða sæti, dottir niður. Haukur komin í annað. Haukur komin í annað. Óli minn. Hann tekur sigur, hann ætlar sér að taka sigurinn núna. Óli minn. Hann ætlar ekki að láta einhvern Hilmar hafa áhrif á sig. Hann er búinn að taka fyrstu 2 rándin, brons, síðustu 2 silfur, nú er komið að 2 gullum. Já. Ívar fer upp í 8. Ási. Nei, Ívar er 9. 1.49, shit. Herri, ég sammálaðir. 1.49, 6.7. Þetta eru glæsilegir tímar. Jökull fer upp í annað sæti. Ingi fór inn. Voru eitthvað mistök að? Sá það ekki. Með hverjum heldur þú í dag? Ég er hlutlaus. Ertu hlutlaus? En það væri nú gaman að Óli myndi taka þetta, bara til að hleypa smá. Ekki það að vanta eitthvað aksjón eða? Nei, það vantar ekkert aksjón. En ég er sammála, það væri mjög gaman að sjá Óla taka efsta pallinn. Ég veit deildin svolítið mikið jafnari, þó hún sé mjög jöfn núna. Hún er mjög jöfn. Já, Óli mætti taka þetta. Okkar maður aldrei mætti taka næsta. Á Jökli og Óla muna 0,001. Svoleiðis. Hvað var Jökull að gera? Ég veit fór það hægt. Stop the count. Jóhann Ingi. Dýrkaður, dáður en aldrei hunsaður. Herðu, mér sýnist bara að Spána fara að vera vitlausa. Haukur Ingi. Maggi, er þetta Timetex spá eða keppnisspá? Þetta hlýtur að vera keppni. Það fær ekki annað. Það má vel samt ekki verið í því. Hann var búinn að setja spá eða ekki? Var það? Keppnis? Var hann ekki með spá eða? Jói Egils og Gunni farnir inn. Þeir eru nú að koma út aftur. Koma út getur verið framan Jökull, eru þeir að fara að trufla? Sko, ég ætla bara að koma á framfæri hérna. Þeir eru komnir undir alla tíma sem að hefur verið spá. Ég held að ef við förum yfir
Ég held að Jökull hafi verið truflaður á sínu hring. Það er ekki gott. Það er ekki gott að heyra, en svona er þetta stundum bara. Þetta er raut. Heilsó, við förum yfir spár eftir Timetex. Ja, þá förum við yfir Timetex spár. Og síðan í keppni þá förum við yfir keppnisspár. Eða ég veit það ekki alveg, hann hreggir yfir maður hérna kommentumála. Ég gerum við besta. Haukur Ingi hérna með hrikalega sterkan tíma hérna. Hann gæti alveg farið undir 1.49. Hann gæti það, ég sé hann gera það. Margótt, hann gæti alveg. Við þurfum að sjá tíma að fara undir það. Sjáu þið, hann var hrikalega nálægt því. Heitir eitthvað beygja þetta Michelin beygjan? Hvað beygja það? Michelin Thick. Það sem maðurinn er Thick? Já, þetta hlýtur að vera bara uppbeygjan að eftir göngin. Já, er þetta hún? Það er Thick beygja, sko. Já, það er Thick beygja. Það er bara þannig, sko. Vel þétt í leiðinu. Það eru mikil við. Já, ég veit hvað þetta er. Ég veit hvað þetta er. Það ég misti af kommentara Sagnars, hann sendi mér þá skilaboð. Herru, þá fer Haukur Ingi gegnum þykkbóði beygjuna. Tímar að koma inn. Herru, Times að koma inn. Já, hérna kemur eitthvað. Ykkur að bæta sig. Engin hreyfing. Engin hreyfing. Það er mínúta eftir af þessu. Þeir ná nú nokkrir að byrja annar hring. Það er Jóhann Ingi, hann er að byrja. Haukur Ingi, hann er að byrja. David Adams, ég held að það sé tæft að hann ná öðrum. Ingi tæft, gæti náði. Maggi Ingóls, hann ætti að náði. Doddi er á síðunum síðasta. Agnar nær, Andri nær. Jóhann Ingi er að slæta hérna með allt. Er hann að slæta? Það var ekki gott. Já, það var ekki. Sjáum hvað fyrsti sektor gerir hjá honum. En Jóhann Ingi situr í öðru sæti. Þetta er frábær tími hjá honum. Hann er að bæta sig. Hann bæti sig. Það er kannski bara hraðast að leiðina í gegn. Já. Ibbi King að bæta sig. Komin upp í 7. sæti. 10 mínútur eru þá liðnar. Og núna erum við bara að klára síðustu hringina. Haukur Ingi er hérna fyrir aftan. Ingi að bæta sig. Óli á glæsileg hring hérna. Jóhann er að bæta sig vel. Að það? Já, 0,12. Jökull kemur sér upp í 3. sæti hérna. 0,006 og eftir honum Jóa. Sjáum hvað Jói gerir hérna. Það er búið að vera þrjusur hingað til. Já, mér langar ekki að sjá neitt annað en að Jói taki pól og Óli taki sigur. En Jói er hérna að klára, síðan er Haukur Ingi fyrir aftan hann og síðan Óli fyrir aftan hann. Bæti sig ekki. Helvíti hefur hann tapað. Hann er með hægan 3. sektor, hlýtur að vera. Haukur Ingi, hvað gerir hann? Bæti sig ekki. Nei. Óli, minn maður, hvað gerir hann? Bæti sig ekki. Andri Már, hann gæti alveg stólið hérna. Agnar líka. Hvað gera þær? Agnar bæti sig ekki. Andri bæti sig. Hann fer upp í 5. sæti, var hann kannski í 5. sæti? Hann er alltaf í 5. sæti núna. Hann heldur því. Heldur því, þá held ég að séu nú bara allir búnir, sko.
Þá erum við með Hauk Inga, fyrsta sæti, Jóhann Inga, öðru sæti, Jökull Inga í þriðja sæti. Hörru, þá getur maður að sé hvort eitthvað að dreiftur í sig, ég er búinn að skráta þetta hjá mér. Já, flott. Ég held ég geti bara sagt það á þess að hugsa að það var enginn með Hauk Inga í fyrsta sæti. Nei, þetta er... Það er alveg sjokker. Þetta kemur á óvart þessi pódium, en þetta er skemmtilegu pódium. Þetta verður spennandi keppni. Tíminn, þeir eru komnir undir tíman hjá öllum. Já, Lando Norris hefur rétt fyrir sér, þetta er rosalega jafnt. Já, þetta er mjög crazy guður. Sýnist lægsti tími sem að menn spáði var 1:49.203, þeir náða þínu reyndar ekki, mista því þetta. 2:03, já. Oliver. Og við erum hérna með röðina. Menn eru nú nálægt þessu Hilli með 1:49.367 sem tíma. Hilli vantilega veit alveg hvað hann er að tala sko. Það var það Haukur Ingi, Jóhann Ingi, Jökull Ingi, Óli, Andri, Ívar, Ási, Jói Egils, Gunni. Við erum nú vanir að sjá hann aðeins ofar. Þetta er kannski ekki hans uppáhaldsbraut. Doddi í 10. Agnar í 11. Maggi Ingi er nú vanur að vera ofar. Og David Adams. Já, hann heitir ekki Jökull Ingi, mér finnst bara fyndið að allir á pódium eru með Ingi sem millirnafn. Já, það var eitthvað smá svona þema. Já, mér finnst það gott þema. Þetta var glæsilegt. Er eitthvað á braut? Já, það er eitthvað á braut. Fylgjast með... Totti og Agnar á sama tíma segja ég. Tókum ekki eftir því. Já, þetta er uppskrift fyrir Juicy keppni. Skáli kalda. Hræddur það. Já, með topp 5 sætin eru með 0,1 á millisinn. Þetta er bara... Hún er ekki svona að blikka augunum á þessum tíma. Þá erum við að fara í uppbytun. Smá uppbytun. Jón klikkar á fullt af tökkum hérna. Þetta er alltaf reynu. Við þurfum ekki að klikka á replays núna, eins og síðast. Hérna er nú bara sama venjulega ekki, það er medium, nei, herðu, það er bara hard sem er dekkjaskylda. Herðu, já, það var verið að breyta reglunum, býttu, ég hefði kannski átt að nefna þetta á. Ég verði eiginlega að skrolla upp hérna til að reyna að finna þetta, sko, hvað er þetta? Ert þú að finna þetta eða? Ég? Ert þú að leita þessu? Nei. Nei, ok, ég finn þetta ekki. Ég sé þetta bara hérna á official síðunni, gtsisland.com. Já, það var eitthvað... Bara dekkjaskyldan er Racing Hard. Já, það var vantilega Racing hérna Hard og Medium sem voru skylda, en núna er það ekki lengur skylda og núna eru bara hvað Racing Hard skylda. Já, það er fínt að... Það geta mér aðeins kannski svona... Já, það er aðeins svona breiðari options fyrir hérna strategíur. En það er kannski að chati geti hjálpað okkur kannski betur við þetta, þeir kannski þekkja þetta betur. Það er nú líklegt að menn svona kannski... Það er nú alltaf mjög svipað hjá þeim, en það er kannski breytist við þetta, það er rétt. Já, gæti verið. Þá er kannski... Ég veit nú ekki hvað... Hörðu þetta ekki fara, en er möguleiki á one stop? Gæti verið. En þá, já, þú þarft það, þú getur tekið hart og hart. Já, gæti að tekið hart og hart og hérna, og verið í svolítið bara dekkja sparnaði en spara pitstoppið, sko. Já, að vinna sér í tíma.
Það nú alveg séns fyrir einhvern að reyna þetta, ef að það dugir. Ef það dugir, sko, það gæti verið. Maggi, við báðum að skrifa þetta niður og senda okkur sem skilabók. Ok. Við þurfum að eiga þessa brandara. Það var bara eitt sem við báðum, sko. Það var bara eitt. Það voru að taka mikið af okkur hérna. Við erum tilbúin að borga, ég vel að Jón vel tilbúin að borga. Já, við getum borgað í lélegum brandurum á móti. Já, ef við fáum þetta ekki alveg. Já. Ég gæti búið til kennslumymband hvernig átt að raka þig mottu. Glæsilega þokkabót, víst. Já. Þeir eru fyrir geðum, Maggi. Já, já. Það er gott að hafa eitt svona sem að er hægt að hlæja með það, ekki hlæja af. Já, hlæja með, sko. Þetta er glæsilegt. Þessi pallbílar með húsunum aftan á þeir ekkert smá djúsi þarna utan á brauðinni. Já, sko, Hilli, ertu með lélega brandara, eða er þetta svona lélegir sem eru alveg mjög fyndnir? Það er þeir sem við viljum, sko. Það verður að hafa það. Hvað mun Jón hósta oft í þessari útsendingu? Nei, ekki byrja þetta. Shit. Hvað verður að byrja? Já, byrjum við þetta. Herru, ég ætla að fara hérna, ég ætla að fara á Óla. Ég ætla að fylgjast með Óla. Hættu, Hilmar. Ljósin eru lengi af stað. Jú, þarna koma þau. 3, 4, 5. Óli ekki með gott start. Það verður að viðurkennast. Ingi er hóstinn, jú. Ég ætla að fara á hann Jóhann Inga, en Jökull er komin í fyrsta sæti. Ég misti af þessu. Já, við þurfum að sjá hann replay af þessu. Já, það er replay af þessu. Það fer ótrúlega frisanlega fram, það er ekkert nudd eða neitt svoleiðis. Þetta er nú afskaplega. Jóhann Ingi er að leika múf á Jóa, missir Óla fram á sér. Þeir eru bara hlið við hlið hérna. Óli, Haukur, Andri bíður bara. Haukur gert eitthvað á utanverðið hérna? Nei, já. Óli bara setur þetta. Andri kominn fyrir framan Hauk. Þeir eru eiginlega bara hlið við hlið. Andri kominn fyrir framan, nýtir sér draftið á honum Óla. Ívar, Gunni hérna, smá barda hérna. Gunni er að make a move gegnum tikkbóði. Gunni tók fram úr 2 hérna. Og það var 2. Já, hann tók fram úr Haukinga líka. Gerði Haukur mistök eða? Nei, þetta var bara fair and square, tekið fram úr. Það er frábær á einhver. Ibbi King hérna í 7. sæti með Ása með glæsilega mottu framar á bílum sínum með mögulega ólöglegt númer. En við förum ekki meira út í það. Ekki meira. Jökull búinn að ná sér í 1,3 sekundur fremstur, hann er svona aðeins að tegja þetta. Já. Ási hérna, Jói Egils fyrir aftan hann. Maggi Ingóls hérna, nýtir sér draftið á hann í Jóa. Er hann nógu nálægt? Nei, en Maggi er með mottu framan á bílum. Þetta eru aukahestöfl. Þetta eru það bara. Það er hraði þarna með þessu. Það er hraði. Doddi gerir ég ráð fyrir. Nei, Doddi er ekki með mottu. Þess vegna komst hann ekki inn í lobbyið. Þar kemur útskýringin. Agnar hérna komin í 12. David Adams og Ingi búinn að missa alla fram úr sér. Ingi að setja hraðast á sektor 1. Húli var að stilla sér upp hérna til að koma hratt inn í gegnum göngin. Já, maður sjá hann. En
Sýnist Jóhann Ingi nú bara hafa að svara síðan við þessu. Já, Jóhann Ingi á nú hraðan á hann. Herri, ekki bara... Þori ég að fara í replay á startinu, eða? Þú þorið því, ég skal fylgja sér það með þessu bara með hann. Já, ég ætla að fara á... Hvað gerist? Ég ætla að fara á Jökul og fylgjast með honum. Hann starti, sko. Hann hann bara með frábært start. Porsche auðvitað svolítið vinsælir fyrir að vera ekki með gott start. Það verður að segjast. Þeir hafa sterkar hliðar en startið ekki eitt af þeim. Og þetta er bara startið sem að svíkur þá báða. Já, þá er Jökull komin í fyrsta, Jóhann Ingi, Óli í þriðja, Haukur Ingi komin í sjötta. Byrjaði hann ekki fremstur, eða? Jú, hann var efstur. Já. Hann nú að sækja Gunna hérna. Já. Og Jóhann Ingi og Óli eru búin að sækja aðeins á hann Jökull. Já, komið undir sekundið milli Jóhann Inga og Jökuls. Væntanlega leið og ég segi þetta og ferði yfir sekundu. Já, það er nú kannski þessi kafli. Já. Tegir aðeins á þeim en... Tegir aðeins hérna. Þetta er engin munur. Nei, ekki þannig sko. Þetta er daðurandi í sekundunni. Jóhann Ingi, hraðastur, sektor 1. Andri Már hérna í 4. sæti. 5., 7., 7. og 8. Haukur mistök! Gunni byrjaði 10. ef ég man það rétt. Haukur mistök! Já, ég held að Gunni hafi byrjað 10. Já, hann tók það frábæra hálfmakstur, hann tók hann á 2. Já. Ási meginn miðum við gegnum þykbóði. Nei, hætti við. Mér langar að skoða aftur hérna Haukur mistök inn í göngin. Sjáu þið. Fylgjust með. Það fer hérna og svo hérna í minni göngin sko, fer hann í gegn og hann svo aðeins út í steinana sko. Eitthvað er sofandi þarna? Já, eitthvað sofandi sko. Hann veit alveg að steinar eru harðir og hérna og hægja á frekar hann að hraða á. Haukur Ingi óheppinn, vægt til orða tekið, en við vitum alveg að hann er með hraðan í að vera berjast fremstu sæti. Jú, hann er ekki með frábæra hring, hann er að nálgast Jökul hratt þetta. Það er bara aðeins hérna í þessum fyrstu begunum. Já. Aftur, en hann var tæplega hálfri sekundu sneggri heldur en Jökull í síðasta hring. Það er frábært að heyra. Við viljum samkeppni þar á milli. Já, og greinilega að segja. Jóhann Ingi hefur mikið verið að sýna á góðan hraða. Hann var á Renaultinu sem að Gunni er að keyra núna á síðasta tímabili. En Jóhann Ingi með hraðasta hring. Síðasta hringur. Hann vann síðast. Já, sjáu það, hann fór ekki út í steinuna þarna og hann fer líka svolítið hratt núna sko. Já, trikki er að klessa ekki á sem sagt. Já, mér sýnist það. Ef við tökum bara leksju á hann Jóhanni. Óli dregst honum svolítið aftur úr með þessa sóknjórum. Þeir eru að pushja svolítið. Og farið við dekk. Förum við dekk. Komdu með það. Ég hef ekki hugmynd á hvaða dekkjum henn eru. Jökull, hörðum. Jóhann Ingi, hörðum. Óli, hörðum. Andri Már, hörðum. Gunni, hörðum. Gunni, hörðum. Hann er yfirleitt að starta á medium. Áhugavert. Ívar, hörðum. Ási, hörðum. Haukur Ingi, hörðum. Jóhann Egils, hörðum. Maggi Ingóls, hörðum. Dotti, hörðum. Ingi, hörðum. David Adams, hörðum. Agnar, hörðum. Agnar dotti niður í síðasta sæti. David Adams komin í næst síðasta og Ingi búinn að vinna þessi 2 sæti upp. Þannig já, það voru allir á hörðum. Allir á hörðum, já. Þeir hafa bara að byrja á skildekkinu. Já, ég hefði kannski bara getað sagt það til að byrja með. Jú, hann er að sækja og sækja. Það vantar aðeins upp á hjá hann.
tapar svona tíma á þessum. Jökull fór þetta aðeins í grasi sá ég, ætla hann tapi miklum tíma á þessu. Ekki segja þetta, ég var spenntur þegar þú segir þetta. Hvort hann tapi nokkuð tíma á þessu. Nálgast. Svona spenningur kallar aðeins á eitt. Og það aðeins eitt sem ég getur róa taugarnar þegar svona Hvað var þetta? Skemmtilegt að skulle spyrja. Ég með kalda. Það bjór frá brugghúsinu kalda, held ég. En hvaðan sem hann þá hann ljúffengur. Ég nú að prófa það líka. Varst þú líka með? Takk fyrir sendinguna. Já, bara verður það góðu. Þetta var vel gert. Hvernig var sopinn? Þetta var rosalega gott, sko. Var hann ekki bara dásalegur? Ég ekkert að slaka á því þetta, ég var alveg heilugur. Nei, þetta bara frá gamalt sölutegn, sko. Hann kominn. Jú. Ég persónulega ekki með glútenlausan, en hann fáanlegur glútenlaus. Og jafnvel betur en þannig, Haukur, hann ætla sér fram úr hann. Haugsi? Já, hann að sýna sér vel hjá honum, speglum hjá Ása. Sko, ég þori ekki alveg að skipta af, Nei, haltu áfram, telðu, vá. Það skiptir í smástund, þá gerist þetta. Á hverju ertu? Annars er ég fyrir ekki, ég að fyrir ekki. Já, ég er á því. Þetta undir 100. hlutum hérna. Þeir eru hlið við hlið. Nei, hann gafst upp maður. Hann komið með Óla. Hann búinn að bíða þessu Óli. Við þurfum Nei. Óli er að hjálpa. Sko, Jói ætlaði að setja pressu á Jökul, en í staðinn setti Óli pressu á Jóa. Þetta gæti ekki verið meira spennandi. Svona á þetta að vera. Svona á þetta nefnilega að vera. Andri Már bíður spenntur. Hann í 4. sætinu, hann segir það að gerast. Andri bíður bara. Við vitum það að Andri getur keyrt hratt og hann getur keyrt mistakalaust, þannig að þú vilt ekkert vera eitthvað allt og lengi fyrir framan hann. Eða allavega ekki lengi að hafa hann fyrir aftan þig. Óli! Hvað gerir Óli? Gegnum þykkibóði! Jói heldur þessu. Ég hef sagt þetta áður og ég ætla að segja þetta aftur. Þið borgið fyrir allt sætið, en þið notið bara brúnin á henni. Nú þarf Jóhanna að hugsa svolítið meira Jökul aftur. Það smá svigrúm núna, en ekki mikið. Já, hann er aðeins að sleppa við skrekkinn, Jökull núna. Það ekki mikið, það sækja við svart. Það ekki mikið á milli hérna. Fer hann aðeins utan í veggina Jökull þarna? Var það? Sýnist það, en það nú reyndar ekki á, jú. Ég klikka á replay-takkan, við skoðum þetta eftir. En það hefur verið mjög laust. Já, en hann er samt að missa halva sekundu á hann. Það er erfitt að velja þessi línu inn í gegna því að... Já, við þurfum að tala líka, maður getur ekki bara fest línu. Já, sorry. Það er þetta bara missa orðin hérna. Já, maður er svolítið sokkin í þetta stundum, sko. Arnar Freyr með frábært komment hérna, þessi var góður, mátt eiga það. Þú verður að vera... Það er svo mikið delay, sko, mill okkar. Ég hef ekki hugmyndu hvað þú tala um. Það þarf ekki að endurtaka það sem þú varst að segja. Nei, sem ég með þetta allt skrifað niður. Er það tölfræðiblaðið? Það er tölfræðiblaðið. Verður þetta svona ring eftir ring bara, erum við fastir á þessu? Ég er ekki að fara að ráða við 32 svona ringi, ég ætla bara að segja það strax. Haukur Ingi er komið fram úr Ása og Ási er að svara honum við hann yfir göngin. Já, ég fer á þá. Angi frá utanvert. Herðu, hann er að láta þetta ganga. Nei. Æ, og fyrir utan í steypuvegginn aðeins. Sko, það er gríðarlega bara það hérna frá Hauki.
til Dodda eða Magga. Já, það sem er fyrir aftan. Það er bara þetta mörgsæti hérna. Þessi eini sem er í góða máli með Andri Már, hann getur bara fylgst með. Nei, ég var ekki, nú ertu nálættandur. Já, ég skipti. Herðu, er þetta nóg? Er þetta nóg? Þessi kafli sem er eftir sem er svíkur hann svolítið. Já. Sjá hvað það breytir taktík hérna. Skemmtilegasta við Porsche, sko, hann getur byggt í báðar áttir. Já, hann er vinstri hægri. Já. Já, og hægri vinstri, sko, það er það besta. Það er eins og hann tapir tíma hann á þessu sexæki, svo inn í göngunum þá læra hann aftur. Já, hann nýtir drafti vel. Það er gegn, sko. Það hlýtur að fá tækifæri. Trú ekki öðru. Já. Jökull þarf að vera algjörlega onnit ef hann ætlar ekki að... Jói verður að passa sér rosalega því ef hann gerir einhver mistök í baráttunum við Jökull þá er Óli mættur. Það er gammur þarna bakvið. Og þegar Óli mætir, þá mætir Andri. Gunni er svo þar ekki lengst fyrir aftan. Já, hann er lengst fyrir aftan. En þar fyrir aftan, það er spenna líka. Það er líka spenna. Aðeins bara að tegast úr þeim en ekkert mikið. Það er spenna á hverjum einasta sentimetri hérna. Nema milli Andra og Gunna, það er ekkert spennandi þar. Ekki eins og allavega. Ég held að þessu séu læst. Jói aðeins að búa til bil milli hans og Óla. Já, Óli aðeins að gefa til. Vinsir að hunsi hérna refuel merkið hérna, þetta er bara út af replayinu. Takk fyrir eftir þessu. Já, núna, þetta er nóg. Ég ætla að segja það, þetta er nóg. Gefðu okkur þetta. Það vantar aðeins upp á. Sýndu þig aðeins, maður sjá. Ég sé það bara. Það er 0,2, næran því í þessu kafla. Það verður að halda þessu til að minnka bilið í gegnum göngin. Heldur þessu nokkuð vel. Það er nánast að við séum bara býðið til örlítlum mistökum og jökli þá. Já. Ég er hræddur að þú getur beðið afskaplega lengi eftir þeim. Mannur maður. Já, þau eru sjaldgæf og sjaldséð. En það er að gerast þetta. Maður sjá. Það er þetta gerðan mistök. Hann slæti aðeins, sást það? Já. Já, núna Jú, hann sækir aðeins. Hann sækir. Það er vissi. Það er ekki nóg. Nei, þetta er ekki nóg, en er þetta nóg fyrir startkabla? Það sýnir sig! Það er nú það Jökull að vera vakandi. Það er komin hitt í þetta. Núna er heitt. Nú er hann nálægt. En það er erfitt að taka fram úr hérna kannski í næstu vegu. Já. Já, hann er full. Það er kannski að bíða þangað til í næst síðustu beygju, sko. Bara senda hann. Ekkjálun á jökli og... Já. Hérna Jói. Eins og þessi bara tími fyrir það. Hérna Jökull. Jökull með aðeins meira bensín. Hann er að spara. Hann er nálægt núna maður. Núna kemur þetta. Núna þurfum við ekki að bíða lengur. Núna er komið að þessu. Sjáum hann. Nálgast. Hliðin á! Hann er verið átal. Jökull þarf að fara að skrýtna línu að því gegn. Já, hann fer vandan línu. Fer út af aðeins að það. Já, djók, þeir eru saman í liði. Mér er alveg sama. Já, þeir eru græna og svarta liðinu, þeir eru óvinnir. Það er enginn að viljandi tapa hérna. Nei. Herru, þetta, núna gerist eitthvað. Andri að ná Óla sýndist mér. Já. Andri er komin í skottið á ánægum. Jóhann Ingi. Hvað gerir hann?
svo nálægt. Þetta að svara... Ef hann reynir ekki núna, þá hann ekki að reyna að taka fram og þá getur við hætti. Jú, hann gerir þetta. Hvernig svara Jökull? Hann gefur þetta svolítið eftir. Ég held að hann væri að reyna að taka switcheroo, en hann gerði það ekki. Hleypt honum svolítið. Hann er... Nei! Þetta var kontakt milli þeirra! Þetta var kontakt milli þeirra! Sjáðu Óla. Óli er hlæjandi! Hann getur þetta núna. Jökull kemur hrættan út samt. Kemst hann inn að verið? Nei. Þetta verður... Jökull. Nei, hann missir hann Óli. Óli, Andri er að hjálpa Óla! Það verður replay bara ekki alveg strax. Hvað gera þeir? Þeir eru alveg liðileg, sko. Þetta verður erfitt six að geta þetta sem Það er rétt hjá Arnar, þetta er rosalegt! Æja, Óli verður að gefa þetta. Þá kemur bara Andri fram úr. Já. Andri lætur ekki bjóða þessi tvisvar. Jó, hann er farinn. Óli, hann fyrir bara fram á Andri aftur. Það er komin hitt í þetta, það er snertingar. Nún er heitt. Herri, Jóhann Ingi, sjáumst. Já, nei, nú er bara okkar maður Óli að sækja. En hvað, þú... Ég get ekki fylgst með þetta bakveg. Ég veit ekki hvort þetta sé nógu mikill bensínmunur, þannig að Jökull sé að fara að græða eitthvað á þessu. Nei, þetta er ekki neitt. Andri er rosalega nálægt Óla. Hann er rosalega nálægt Óla. Hann reynir að reyna. Nei, hann er svona... Ég held að sé eitthvað að gerast í 10. seti hérna. Já, Maggi Ingóls er að reyna að taka fram úr Inga. Það er mjög langt. Nei, hvað er ég að segja? Dotti er að taka fram úr Inga. Dotti er komin fram úr Inga. Ingi er ekki búinn. Hann sýnir sig meira. Sýnir hann sig mest? Hann sýnir sig mest, maður. Hann er komin hliðin á. Hann er komin fyrir aftan. Hann var aðeins að sýna sig meira. Nei, Óli gerir aftur mistök. Æjæj. Missir Jökull aðeins sekundu frá sér. Ingi heldur sig fyrir aftan. Hann er örugglega að bíða eftir þessum kafla hérna. Sjáum hvað hann gerir. Ási fyrir hann í pitt. Síðan er líka mjög stutt milli Magga Ingóls og Jóa Egils. Það er spennandi allstaðar. Sorry, það er ekki hægt að fylgjast með þessu öllu saman. Við erum með eina kameru. Ætlum við að replaya eitthvað hérna? Herri, já. Ég ætla að replaya hérna kontakt milli hérna. Ég ætla þá að klikka þess hérna áður en ég ít á replay-takkan. Sjáum, mér langar að sjá þennan hérna, sko. Síðan ít ég á þennan. Gaurar. Ég geti farið á FM, ég er svo góður á þessu takkaborðið hérna. Já, kom það. Sjáu þið. Alveg minnstur. Hérna er kontaktið. Hanna, sjáu þið, hann missir Jóhann aðeins. Jökull væntanlega bara bíður aðeins. Hann ætlar ekki að, svona fer hann ekki fram úr. En Óli átti enga sök, þannig að hann er ekki að bíða. Hann getur nýtt sér þetta. Fer hann á innri. Þeir fara nú bara afskaplega fallega hérna í gegn, þeir saman félagarnir. Þetta er mjög spennandi. Hérna eru þeir bara hlið við hlið. Sjáu þið. Nú eru mennfannir í pitt. Já. Allir top 3. Ég er komin. Top 4 fyrir pitt. Sjáum hérna, Jóhann Ingi með 50. Jökull með 52, Óli með 54. Þetta er mjög lítið. Þetta er mjög lítið, en það gæti verið nóg. Hippi King tekur sína sitt réttlæta sæti í þessum kappakstri. Loksins. Haukur Ingi... Haukur sækir á hann. Hörru, ég skal vera í þessu.
þessari kameru. Haukur Ingi sækir á hann. Ívar komin í fyrsta seti. Stop the count. Nennir að sjá á hvaða dekkjum efstu 3-4 kom út á? Já, Jóhann Ingi á medium, Jökull á medium og Óli á medium. Mikil fjölbreytni, svona vill ég hafa þetta. Allir á jöfnum dekkjum, allir á jöfn gömlum dekkjum. Andri svo nálægt honum Óla núna. Óli. Þetta í hvaða seti? 9. og 10. 9. og 10. 3. og 4. svona. Já, svona on merit sko. Ég vil fá rauðan fána. Hvenær kemur refsing? Andri Már, aðeins slæti hana. Hann að Hann sækir. Hann gæti sýnt sig. Óli hérna með sumarkalda liverið. Andri með eitthvað annað. Andri. Nei. Mikil virðing þarna bakið. Mikil virðing. Það getur nú verið smá björg hérna fyrir Óla. David Adams á milli Jóhanns og Jökuls. Já. David Adams aðeins að hægja á hann í jökli. Ívar og Haukur Ingi fara inn. David Adams líka, þannig að ég missa. David Adams fyrir inn. En það Hún tókst að nálgast hann. Hvað 1,5 milli þeirra? Já. Dotti að hægja á Jóhann Inga. Þetta gæti þjappaði með þeim saman. Já, Dotti á eftir að pitta. Maggi líka. Hann er að blikka. Hvernig er hann að blikka? Það er komin hít í þetta, menn vilja komast fram úr. Ibbi King fyrir út á medium. Nú það hættulegt, hann hleypir og meðlega bara fram úr sér. Já, hann gerir þetta ekki erfitt, en hann nú svo sem ekki á dekkjum til að gera þetta erfitt. Nei. Það er kannski ekki hans slagur. En þetta hjálpa Óla og Andra, þeir eru svona nálgast Jökul. Það væri gott fyrir Dodda að nýta sér draftið á Jóhannu núna. Hann gæti reynt að hægja á jökli, en það er nú erfitt að hægja á jökli. Sjáu þann. Líndulega. Miskun er ekki eitthvað sem að Jökull er með í sinni orðabók. Sjáu þann. Nú þarf Óli bara að vera snöggur að komast fram úr líka. Það er reyna það bara strax, nei. Tók bara sína línu. Sýnda sig? Nei, tók bara sína línu í gegn að það. Já. Hann þyrfti að ná honum hérna, einhvers staðar, mjög fljótt. Ökumaður 43 að setja hraðasta annarsektor. Já, hann kemur. Hvernig endaði bili hérna milli Andra og Gunna? 5,2 þar á milli. Gunni með sitt glæsilega lifri. Ef ekki að fara aðeins betur yfir þetta lifri hjá honum eða? Þetta er þetta lava hérna fyrir aftan. Og síðan er þetta mottu marssi þetta fyrir framann. Svona á húttinu sko. Þetta er glæsilegt, ökumaður 66. Glæsilegt lifri. 10. Doddi og Maggi gætu verið að reyna við. Heyrðu, Andri og Óli. Þeir eru komin. Andri og Óli. Andri fór nú á, klæsti bara aftan á hann í beinaðingarbrunum, ráskapbrunum. Hvað? Já, takk. Ég klikka á replayið. Fylgjast með. Doddi og Maggi að taka eitt og því, það ekki tætt? Þetta er smá draft, böfdraft bara. Ég veit ekki hvort að Andri sé bara svona kurteis eða hvort að sé einhver sterk liðskipun í gangi. Við þurfum að tala við liðstjóran. Fá þetta hreint. Er liðstjóri kalda ekki okkar einu sanni tæknistjóri? Við sjáum hvað hann segir þetta, hvort það sé heiðarlegur eða ekki. Já. Jökull. Segðu okkur eitthvað. Já. Nálgast mikið.
Andri Már komið hraðasta hring. Tæknistjórinn okkar liðsstjórinn að þeim. Andri með liðskipun í gangi? Ertu með number 1 and number 2 drivers? Eða ertu með Sýndu okkur samningana. Hvað skoðan á laun eru sem menn að fá? Núna komin. Það pláss hérna til að anda á milli. Saman í liði. Ég ætla ekki að segja að það sé að hægjast á þessu, en það svona þess að Andri Já, Hilmar, þú ert líka tæknistjóri. Það rétt. Ívar hérna? Í honum Ása? Já, fyrir við missum að þessu. Ég misti ekki af þessu. Ég klikkaði á réttum tíma. Sjáu þann. BVF-in beygir líka. Hægri vinstri hægri. Haukur Ingi hérna býður bara. Fari gegnum göngin. Sjáum. Það lítið sem ekkert á milli þeirra. Það eru 900 sem að splittar þá 3. Ási með jafnt glæsilegt Liveri og Gunni. 5. sæti. Þeir eru mitt liðsfélagar með sama Liveri hönnuð. Ég held að það sé hann Einar Ragnarsson. Liveri hönnuð, þetta stórt. Já. Ef þú ert komin með Liveri hönnuð, þá ertu komin í Big Ten. Þú búin að meika. Já, svolítið sko. Hilmar, þú tæknistjórinn. Gleymum því ekki. Já. Það jafn gott að vera með liðsstjóri líka. Ívar, making a move! Maggi og Dotti eru á medium báðir. Medium báðir. Þá eru þeir að tvístoppa að gera ég ráð fyrir. Já. Haukur, Ási og Ívar. Ívar fer framar Ása. Haukur Ingi vill fara framar Ása. Ási á hörðum. Já, þú kannski verður við dekkin. Ég ætla aðeins að fylgjast með hérna. Haukur Ingi að sýna sig svolítið mikið hérna hjá honum Ása. Má þetta ekki bíða þess? Það komið. Þetta komið hérna undir 200. Haukur Ingi komið hliðina á. Haukur Ingi aftur. Haukur Ingi komin fram úr. Haukur Ingi komin fram úr. En Ási ekki búinn. Ási sýnir sig hérna innri. Hann með innri. Ási með innri. Hvað heldur Ási sé? Hann með innri. Hann á utan núna. Núna Haukur Ingi innan. Já, Haukur Ingi kom með þetta. Ég heldur það. Allavega ég. En núna þeir að fara í gegnum. Djúpt þetta erfitt. Það eitthvað að gerast allstaðar, alltaf. Já. Förum við dekkin. Gera það bara. Jóhann Ingi kemur út á medium. Jökull kemur út á medium. Óli kemur út á medium. Óli með skemmt. Liðstjóri. Óli með skemmt. Hann verður að hleypa andra. Andri ekki með skemmt. Þetta ekki gott fyrir deildakeppnina. Já, Andri medium, Gunni medium, Ívar medium, Haukur Ingi medium, Ási á hard. Ingi medium, Jói Egils medium, David Adams medium, Agnar medium, Maggi medium og Dotti medium. Og hann með penn, hann með sekundi penn. En það þvílíkur kappakstur í aftast. Sýnir þegar Andri verið að taka fram á Móla. Nei, hann gerir það ekki. Bara íti vel í hann. Liðstjóri, þetta lítur ekki vel út fyrir ykkur. Hann Óli með skemmt. Samningana. Sýndu okkur samningana. Þú mátt blurra út launin og segja með þau bara svona prívat. Já, við getum sagt þau hér.
Andri hlýtur að taka fram úr honum. Já, hann hlýtur að fara fram úr á beinakaflanum hérna. Það hægist svona mikið á honum. En ekki það, hann Óli að keyra afskaplega hratt þrátt fyrir skemmt. Já, það vantar ekki, hann... Já, hann var ekki að fara yfir það aftur. Menn ekki fara að fá sig svona réttur í kefni. Nei, byrju, Er það eitthvað dæmið? Þú voru að því? Hann hefur fundið lúppól. Sko, mér finnst eins og þessir ökumenn ætti ekki að fá sér í sama mánuði og að keppnis vika er. Það er yfir mót. Mér þætti það sanngjarnt. Ég ætla að fara hérna... Sorry, hérna... Ingi, Jói Egils. Maggi Ingóls hérna reyna á Agnar. Maggi Ingóls fór fram úr Agnari. Það var Jói Egils og Inga, 9. og 10. 9. og 10. Já, gott að, þetta var gott komment, þetta síðasta. Gott að fá svona klíraði þetta upp, sko. Jæja, Jói að reyna við Inga. Þetta er rétt undir hálfu sekúndu, ég held að þetta sé ekki nógu nálægt. Ingi var að taka fram úr rétt af hann. Já, var Ingi að taka fram úr? Já, það er svona, eftir hérna, göngin. Já. Þannig að Jói að svara fyrir sig þetta. Jói að svara. Og að taka hann alla keppnina. Þið sem eruð í chatinu, þeim endilega komið með spurningar fyrir Jóhann Inga podcastið hérna rétt og eftir. Já. Og það er ágættir spurningar, og við kannski bjóðum rétt Jóhann Inga. Já. Herri, Jói Egils. Núna er tíminn, hann sýnir sig, hann er komin hliðin á. Hver bremsar seinna? Þetta er ekki spurning neitt annað. Jói kominn aðeins fyrir framann. Jói með innri líka í gegnum þykkibóði í beiguna. Já, Jói svolítið bara með þetta hana. Nær Ingi að svara þessu á næsta beinakafla. Eða jafnvel fyrr. Sjáum. Fylgjumst með og sjáum. Eina leiðin til að komast að því hvernig þetta endar er að halda áfram að horfa. Eftir auglýsingarhlé. Við hefum reyndar eftir að fara í fucking auglýsingarnar. Já, það var perfect segway. Þetta var geðveikt segway. Herru, ég skal fara yfir hérna... Hvað er þetta? Ég er með lista hérna, sko. Tókaðu. Hérna er með það. Hérna er með það. Það er Hamborgarbúlan, það er Kraft Day, Classic Detail, Verkfræðistofa Reykjavíkur, Dokobit, GTA Akademían, GTSI sem eru við, Autocenter, Kaldi, MS Verkfræðasalan, Lavasjó og Yamaha á Íslandi. Ef að þið viljið einhvern tíman, einhvern daginn, já, þessi framúrakstur var nefnilega í boði Yamaha í þykibóði í beigunni. Það er glæsilegu staði fyrir framúrakstur og líka til að stoppa í kaffi, gos eða ég þarf bara hamborgara af hamborgarabúlu Tómasars. Það er svo góður, ekki? Það er svo góður, þetta var mjög fagmannlega. Það er ekki tínt blaðinu að því smástund þá... Já, það var svo lengi að hlaða. Það sem gerðist á meðan er að ég er augljóst að Andri er að íta Óla og... Þannig að... Þeir eru ekkert að... Það er ekki bara út að fara á milli. Nei. En það er bara fínt á milli liðsmanna. Ég vil að þessar liðskipanir stoppi. Ég vil meira þeim. Viltu meira þeim? Nei, ég vil meira þeim. Doddi er hérna að fara að make a move á Agnar. Hann kemur hliðin á, hann bremsar seinna. Þetta var eiginlega bara svona skólabókardæmi hvernig þú átt að taka fram úr í þykkibóði í beigunni.
Það nú kannski best þegar kaldi í efsta sæti í keppnis í liðakeppni sko, þannig að það er kannski verið að sé ekki að berjast mikið. Já, maður verður að passa sig. Jökull og Ívar þar á eftir, þannig að það er bara fyrir góð stig í því. En það styttist nú í annað pitstop hjá Jóhann Inga. En fyrir ykkur sem eruð ekki að keyra, þið getið farið í pitstop til dæmis í Hamborgarabúlu Tómasar. Það getið fengið ykkur kalda á krana, getið borgað með korti, þökk sér Dokubit sem eru leiðandi í rafrænum skilríkjum. Og þú veist, þá getið þið lagt inn á ykkur pening til að borga. Jep. Ég er orðlaus. Þetta er rosalega maður, þetta er reynsla maður. Þetta er reynslan. Æfir hefur verið fram á spegil. Síðustur á dag. Jóhann Ingi kom með 4 sekundur í Jökull. Já. What a plug. Já. Andri bara ítir og ítir maður, Óli. Já, bara að slá af. Sko, ég ætla bara að segja tæknistjórunum okkar og liðstjórunum þeirra, þeir fá ekki meira airtime nema þeir fara mega moves. Bónus er ekki spons. Hún nefndir á svona nafni, það er ekki gott. Gerum það ekki næst. Ég var bara að tala svona almennan race bónus sem að kaldastrákarnir eru með. Já. Gott save, takk. Þá erum við með Er Jóhann Ingi bara að gefa í? Jóhann Ingi kann ekki annað að gefa í, sko. Ef þú ert að tala um David Adams, þá fór hann einmitt á Hamborgarabúlu Tómasar og fekk sér keldu. Þar keypti Davíð ölið. Staðfest? Það er staðfest. Heyrðu það fyrst hér, ég er ekki með slúður, ég er með staðreyndir. Herru, eru menn að fara að píta? Já. Óli hlýtur að fara inn núna. Óli? Já. Já, það er að framtækja er eiginlega bara... Það er fá henni pixlar, sko. Það er ekki fræðið þar, býtu, Andri. Andri? Nei, Andri! Þetta er fallega gert, samt. Þetta er afskaplega heiðursmannlegt. Þetta er ekki Gucci TV, sko. Nei, ekki nema að vera einhver alveg áhugur. Hvað gerir hann? Nei, hann gerir ekki neitt. Það er sem hann gerir. Gerir okkur stressa, já, eða hvað? Nei, okkur erum að hafa áhugjur aðeins, þannig ég er ekki að fara frá hann. Maður heldur eitthvað einasta skipti. Já, ég verður ekki Maggi að fara að athuga hvort Andri geti ekki örugglega anda undir þessa ról, eða? Jóhann Ingi, fyrir pitt. Jökull í pitt. Andri og Óli. Pitta báðir. Það er double pit. Það er framúrakstur. Hvað er framúrakstur? Andri fór framúr Óla. Já. Þetta er Svissingi rétt á eftir. Haukur Ingi heldur áfram. Ívar heldur ferð sinni inn í pittin. Haukur Ingi tekur sína réttu stöðu í þessari keppni. Fyrsta sæti. Póll, fyrsta sæti. Fyrsta sæti, fastest lap. Óli er þetta með fast lap. Ef ég þekki hann rétt, þá er hann örugglega náðan á skemmtu bíl. Já. Nú svona fer til kappaksturin að vera að byrja allavega og hann er búinn að vera í gangi, sko. Don't get me wrong. Ja. Nú fer Jökull fram úr Jóhann Inga. Það er á milli. Ég ætla að setja efasemdir á þetta komment. Eða ekki. Jökull eitthvað tæpur hana. Sástu það? Já. Tappaði ekki miklu en einhverju hérna. Það er allt komið eitthvað til haug hérna fyrir aftan. Andri Már, hann er farinn. Hann tekur ekki þátt í þessu lengur. Sjáu það.
komið seg og hálfa á milli. Hann ætlar að koma þessi í gang núna. Núna ætlar Andri að sýna í hvað honum býr. Doddi er að fara að make moves á Magga. Nei, gefa hann bump. Megar ekki move. Það verður að fara að setja einhverja reglur á liðskipanir þetta. Já, kannski alltilega á þessum stöðum, menn... Haukur Ingi fyrir inn í pit. Ipsarinn hérna fyrir aftan Gunna á undan Agnari. Jói Egils, minn maður. Var ég búinn að segja þér að Jói Egils á frægan frænda að nafni Halli Egils. Hann er bara svona frægur í pílunni. Íslenskri pílu? Já, hann er andlit og handleggur pílunar á Íslandi. Það er frændi Jóa. Það er þannig? Það er svoleiðis. Arna fyrir heldur ég fram með hans í liðstjóri Misfit en hann hafði ekki sagt um að bumpdroppa. Erum við þá að fara gegn skipun? Býtu, wow. Þá er þetta allt í raun spennandi. Erum við eiginlega óhlýðnast? Hvað gerist eftir reis? Það er hljóta að vera sektir og skammir. Já, þetta er... Ég ber ekki mikla vinningu fyrir liðstjórunum allavega. Þetta er... Já, með komast upp í svona. Jóhann Ingi að komast upp í 4 sekúndur hérna. Jóhann Ingi. Það er fundur eftir reis. Er útsendingunni búið á innan fund eða? Sko, ég ætla ekki að reyna að reikna þetta sko, en Jóhann Ingi vinnur núna, þá er hann... Þá gæti hann verið að lauma sér bara helvíti nálægt honum Andramá í 3. sætinu. Þannig að Andri að væri náttúrulega best fyrir hann að fá þetta 3. sæti. Svo auka stíðin sín. Aftur dark fundur. Hvar er gegnsæin í fyrirtækjum í dag, skiljum mig? Við sem kunnar eigum að fá slíkar upplýsingar. Sjáu þið? Við erum að horfa á þetta allt sem að gerast. En við fáum ekki upplýsingar. Það ætti að vera ólöglegt. Það verða eftirmálar. Er eitthvað að gerast inn í 5. Já. Hann Ívar er að ná hann og Gunna. Gunni er ekki lengur í einskismannslandi allavega. Nei. Hann er búinn að vera einn eða allt reysingrið. Já, hann er það. Ívar er búinn að vera að keyra hratt alltaf kættra líka. En það sem skemmtilegast við þetta er að Ívar og Gunni eru ekki saman í liði. Þannig ég reikna ekki með neinum liðskipunum þar að milli. Þarna getur við fjör. Já, þarna getur við fjör. Andri Már er að sækja á Jökul. Hann er ekki nógu hratt. Ekki nógu hratt? Nei, hann tekur nú slatta hérna. Tekur 0,2, 0,3 hérna á 0,2 að segja. Já, hann er að gefa vel í núna. Það er nú alveg eitthvað. Viljið þið fara yfir hérna Champa League úrslit eða? Nei, ekki bara landa það í friði. Lille dottið út á móti Dortmund. Arsenal komið áfram á móti PSV. Aston Villa komið áfram á móti Club Brugge. Atletico Madrid og Real Madrid eru ennþá í gangi. En það er vítaspyrnukefni. Jude Bellingham og Kylian Mbappe eru báðir búin að skora sínum vítum. Alexander Soloth og Julian Alvarez búin að skora sínum vítum. Ég skal láta vita hvað gerist næst. Jöp, takk fyrir það. Ekkert mál. En sigurverðin úr þessu einvígi mætir einmitt Arsenal. Skemmtilegt. Glæsilegt. Aston Villa mætir PSG. Herri, á meðan það varst að segja þetta, þá er Andri búinn að sækja 0,4 á Jökul. Já, hann sækir 0,4 á...
Já, síðustu 2 hringjum. hann Ívar er líka búinn að sækja duglega á hann Gunna og Haukur er bara búinn að blanda sér í barátuna. Er Haukur að make a move? Ætlar hann að nýta sig? Nei, hann ætlar ekki að make a move. Hann ætlaði bara að sýna sig. Hann ætlaði að slá 8 í hjarta andstæðingarna sína. Sterkt fyrir MS TRB Racing ef Ívar nær að tróða sér lengra upp. Já, það yrði sterkt. Já, Arnar, það yrði líka huge ef að Real Madrid dettur út. Kylian Mbappé er okkar maður. Andri eitthvað að mista núna. Það er að auka spili og Óli er fann að nálgast andra. Já, það? Já, það er komin í 0,9. Hvað er mikið að villi? 0,9, 0,8 Herðu, talandi fótbolta, var ekki fullt af Liverpool-mönnum í chatinu síðast? Það var ekki með sigurleikir í gær. Bara svo koma þess út, sko. Við erum að sjá Ívar hérna algjörlega í skottinu og Gunna. Og Hauk Inga alveg í skottinu á hann Ívari. Þetta er byrjað aftur maður. Þetta er byrjað. Núna bara fylgistu með Ási svolítið einskilsmannslandi þetta. Ég fer á Ívar. Haukur Ingi, hann þarf að koma sér tilbaka eftir þessi mistök í byrjun. Já, hann þarf að gera það. Lélegt start, ekki honum að kenna, það er bílum að kenna. Bílum að kenna. Svo kastar á steinum að kenna. Já, hvað var hann að gera þarna? Nákvæmlega, þetta er kappakstursbraut, sko. Herru, voðalega fólkin kommentið mörg núna, maður. Herðu. Haukur Ingi. Þeir eru saman í liði. Hvað gerist? Hann slæðir af. Hann slæðir af. Í þessar liðskipanir, ég fer að kæra þetta. Við erum hérna að reyna að búa til gott TV, sko. Já, trættur sér að vera góður. Sekundræður fyrir að kvarta. Já, við getum farið að dramatíska þetta eitthvað upp í edit, sko. Já. En þið sjáu það að hann... Þið er alltaf að hóta ég að sækja Jökul. Já. En þið sjáu það, en hann Agnar hérna, ökumaður úrvalsdeildar, hann er einmitt að klippa þessa keppnir í svona styttri hérna útgáfur og með svona highlights. Sammálaður Jón Baldursson. En svona er staðan bara. Svona er bara staðan og það er ekkert maður liðskipur út alla braut. Ég vil að allir keppnistjórar setja fund. Mér langar að vera búðin á alla þessa fundi. Ég vil fá að segja mína skoðun. Það er ekkert NDA eins og í fórmálunni. Nei. Hann er að sækja hægt. Jökull þyrfti að gera mistök svo Andri. Já. Og er þið eitthvað séns? Hvað er milli Jóa og Jökuls? 4,4. Gunni upp 2 til þess að spáin rætist. Já. Við getum aðeins vonað. Sjáum hvað gerist á milli Andra og Óla. Já. Jóhann Ingi er búinn að tapa 0,4 hérna. Og byrju, er Jói að hægja á sér eða? Ég veit ekki hvað hefur komið fyrir. Sko, Jói er eini með réttu hugmyndirnar. Hann er að reyna að búa til gott TV fyrir okkur. Rétt. Hægir aðeins á sig til að búa til kappakstur. Ég held að núna Óli og Andri þurfa að svissa fyrir deildarkeppnina. Já, er það? Já. Óli er í öðru. Sko, núna er Haukur aðeins of nálægt Ívari. Haukur nýtir sér draftið. Ívar tekur varnarlínu. Gunni er svolítið að græða þessum kappakstri. Já, þetta er þægilegt. En Haukur er ekki nógu nálægt í þetta skiptið. Bíður með drink. Er eitthvað að gerast í
Herðu, Maggi Ingólfs með 2 segi penn. Var ekki Doddi á hann með segi penn? Hvað þeir að gera þessi glæpamenn? Þeir eru bara að keppa einhvern annan, eða svona, sjálfan sig eiginlega. Já. Með liðskipunir. En Maggi fær refsingu. Já. Og ætti Davíð Adams að... Já, hann nógu nálægt? Já, hann ætti að tapa svona 4 sekundum á þessu. Agnar hefur átt betri daga og á að eiga betri daga. Við getum sett á kröfu að hann á að keyra hraðara þegar við vitum að hann á þetta inni. Hann kannski bara veltaði fyrir sér hvaða hælas hann á að klippa út úr þessu. Já, það eru ekki mörg í honum alltaf. Því miður í þetta skiti. Já, eins og þeir hafa nú gert okkur glaða daga. Það sé Svissi núna, Óli og... Ekki ég skal láta það vita. Já, Maggi að missa David Adams eins og sagði þér fram úr sér við að taka út þessa refsingu. Haukur Ingi, Ívar og Gunni. Það slitnar ekki slefið milli þeirra. En núna Haukur Ingi aðeins of nálægt Ívari til að gera ekki eitthvað í því. Chat, þið sammála? Hann hefur ekki kraftinn. Nei, virðist ekki vera, það frábær endarhæð á sem BMF. Virðist slá af bílinn þegar hann kemur svona nálægt. Já. Herðu, býttu. Býttu nú við. Ívar. Býttu nú við. Gerðu þetta. Gunni nær að halda þessu. Gunni heldur þessu eins og Hérna sjáu þið kappakstur án liðskipana. Enda þetta spennandi kappakstur. Hann þarf að fara aftast. Aftarlega til þess að sjá hvað hlutin að gerast. Heldur betur. Haukur Ingi bara bíður. Það Haukur Ingi. Ívar að fara að koma hraðar eða út. Já, það. Nei, Haukur kemur miklu hraðar. Ítir við honum þannig að hann fenni. Já, gott. Ívar hlýtur nú að koma sér nógu nálægt til að taka fram úr honum. Ívar nálægt honum. Ívar mjög nálægt. Það gæti gerst núna á næsta ring. Þetta gæti gerst núna á næsta beinagamla. Hvað var gerist þarna? Hvar? Milli Gunnar og Hauks. Er ég að lagga eitthvað? Já, ég ætla þetta að lagga bara. Þeir koma hérna, núna beinigamlan að byrja. Nei, það er að slíta sig frá hann með Gunni. Já, ég held ekki. Nálægt, nei. Hann getur... Haukur Ingi! Hann geti alveg gert eitthvað hérna. Og var þetta kannski bara... Þetta var kannski bara sjónarhóðnum. Nú gerir hann þetta. Já, maður sjá! Íbbi! Íbbi innri! Gunni heldur þessu. Þetta verður svona... Herru, Andri búinn að leyfa Óla fram á sér. Sem nú eiginlega bara... Já, bara fallega gert og hérna... Gangið bara vel með þetta. Upp á deildina að gera. Hjálpar Hjálpar þessu, sko. Masterclass ykkurna, það er rétt að nefnilega að verja mjög vel síðustu 2 allur. Þetta Ívar. Sveið mig það. Þetta múin að selja fjölskyldubíli. Ég? Já, þú ert alltaf að opna kalda bara kvöld eftir kvöld. Já, þetta spons. Við erum nefnilega, ég get sagt þetta, skemmtilegt að þú skulle nefna þetta. En deildin nefnilega sponsuð af hérna kalda. Þannig að þetta fáum við með gríðarlegum afslætti. Blikk. Blikk. Það Ívar. Komin aftur í hann. Eftir ykkur mistöð þarna á hann. Já, Arnar, þetta alveg rétt hjá þér. Það sterk heild og góð vinskapur.
Til að nefna þá búið að tilkynna dagsetningu fyrir lokahófið 20. maí. Ég á ekki von á öðrum faðlegum og góðu stundum og hlátri sérstaklega. En það gerir ekki gott sjónvarp. Það reytir ykkur eftir. Ég var ekki búinn að taka eftir hvað var lítið eftir. Þetta alveg að búið. Já, ég var bara að fara að flýta sig að... Herru, 10. maí, sorry, 10. maí. Spurningar fyrir Jóa, takk. Arnar, komdu með 3. Ég veit það ekki. Ég vil fá 3 spurningar frá Arnari, ég vil fá 3 spurningar frá Agnari og síðan vil ég fá 3 spurningar frá Magnúsi. Ég byrð ekki lítið. Nei, ég byrð ekki lítið. Ég veit að gröfur hérna. Já. Hver liðstjóri MS? Það hlýtur að vera Ingi. Það kannski ósanngjarnt að biðja hann krefjast 3 spurningar frá honum. Já. Síðasti séns Viðari. Síðasti séns. Síðasti séns hjá Hauki líka. Haukur gæti gert eitthvað hérna. Nei, gera það ekki. Gera það ekki. Þetta var, ég held að þetta hafi verið hans besti séns. En þetta síðasti hringur. Byrja síðasta hring. Þá Hilli Billi kemur í clutch. Komið með 2 í viðbót, clutch man. Núna Gunnar Karel liðstjórinn. Akkur Gunnar Karel þá ekki í chatinu. Hann sagði kvöldið og hann hefur ekki sést síðan. Ég vil fá 3 spurningar frá Gunnari Karel. En eins og ég kalla hann G. Carroll. Það Jói hérna 4,7. Magnús kemur í clutch. Takk fyrir þetta. Sjáu það. Ívar nær þess ekki. Ívar nær þess ekki. Ég komin í fremstu menn hérna, bara þú veist að fylgjast með sko. Já, það yfir. Já. Já, Jóhann í VR? Áhugavert. Vissi ég það? Ég kannski vissi það. Með þetta alltaf hreinu. Var hann ekki að segja okkur það síðast? Jú. Jóhann Ingi, winner. Jökull, 1. loser. Óli, 3. loser. Andri 4. Gunni sleppi með skrækinn. Tekur 5. sæti. Þetta nú bara gott comeback hjá hann. Byrjaði hvað, 10. Bygging hérna 9. Haukur 7. Kannski kettið til að gleyma fyrir hann. Já. Jói Egils 9. Ingi 10. Vindir sig aðeins upp. Doddi 11. Maggi Ingolfs 12. David Adams kemur 13. Mér sýndist David Adams alveg verið að búa með dekkin sinn. Hilli með stóru spurningar þar. Hilli kemur alltaf með clutch. Jóhann Ingi. Ég skal viðurkenna, ég man ekki alveg hvor Jóa það sem að ég átti að bjóða. Ég býðum bara báðum. Gott. Blessaður Jói. Sælir. Blessaður. Ert þú ekki rétti Jói? Jóhann Ingi, já. Já, ég nefnilega bauði ykkur báðum, ég var ekki viss hvort verið hvað. Já. Til hamingju með þetta var frábær kapastur hjá þér. Já, takk fyrir það. Ef við förum aðeins yfir þetta, þá þá varstu ekki með gott start. Við skulum bara vera hreinskilnir. Það svona, þú veist, var ég eitthvað verðaldur en Haukur og Ingi? Nei, ég meina, þú veist, ef þú berðið saman við hina sem átti líka léleg start, þá nei, en Þetta er bara porsin sko. Já, það er alveg rétt, skilur. En þú
og tekur jökul með 5,7 sekúndum. Hvernig er tilfinningin? Bara fín sko. Já. Það hefði verið ánægður að hann hefði unnið líka. Já, ok. Þá förum við bara í spurningarnar, skilurðu. Það eru komnar margar. Þannig að kontið er endilega vel fyrir. Byrjum spurning fyrir Jóhann. Hvernig finnst þér að sigra jökul 2 svar í röð? Bara, mjög næs. Það er mjög næs. Búin að stefna að þessu. Ganga frá liðsfélaga. Þetta er búið að vera löng og ströng tilraun fyrir þig. Hvernig keyrirðu svona hratt? Þetta er spurning frá hann Magga. Hann er liðsstjóri Kalda, þannig að kannski ekki vera full hreinskilinn. Já, bara komast hratt út í beygjum held ég. Já, næs. Líka reyna að fara hratt í gennum beygjuna og gera í á beinuköflunum. Já. Gott svar. Svo erum við með, er maðkur í þessari messu? Hvað þýð það eiginlega? Ég veit það ekki. Eru menn að keppa innbyrðis? Þá greinilega í MS liðinu. Ekkert sérstaklega sko, ég er ekki að stefna á titilinn. Já, en er mikil samkeppni milli sko MS liðana, sem sagt græna, bláa og svarta? Nei, ég líti ekki á þetta hann sko. Æ, ok. En þetta var geggjað battle mér á jökliðana. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Við gátum ekki skipta af þessu sko. Hvernig finnst þér VR hjálpa þér? Ég hef aldrei spilað ekki VR. Það er svoleiðis? Ég er að leika út af VR. Gauir, það er crazy. Þannig að, þú veist, þú getur ekkert svarað borið saman eitt, sko? Bara sama á hann, bara gefa í á beinuköflunum og... Já. Og keyra bara svona almennt hratt yfir allar ríkin. Já, alltaf hraða. Að bara keyra hægt inn í pittinum. Já. Byrjaði þú að taka mjólkurböð eins og Jökull? Jökull reynda tók aldrei mjólkurböð, hann tók hleðsluböð. Í hvernig böð ferð þú? Ég bara á ekki bakkar, þannig að bara ekkert bað sko. Já, næs. Svo var Hilli með, það var með aðra spurningu. Af hverju er Porschen svona hægur á stað og af hverju ekki Ferrari? Ferrari er náttúrulega raketa sko. Ég gleymdi að segja var ípleið. Ok. Já, Ferrari er mjög snöggur á stað en hann er svolítið lélegur á dekk. Já, hægur á beinuköflunum, en það er uppáhaldsbíllinn minn, Við Ferrariinn? Já. Já. Hvað fékkstu þér í morgumat í gær? Í gær? Þetta hljómar eins og Hilmar hafi eldað hann fyrir þig, sko. Ég hef ekki hugmynd, sko. Ok. Þetta er frá honum Arnari Frey. Hvernig ertu að undirbúið andlega undir Nordic Masters? Hverjar eru þína vonir á mótinu og bara vel gert meistari? Það er engin andlegur undirbúningur hafinn, sko. Ok. Það ákveði allir bara, held ég að við höfum ekkert að ræða mikið, ákveði allir að pæla í þessu fyrst. Þannig vonandi fyrir við að ræða eftir þetta. Hvað var meira? Hverjar eru þína vonir á mótinu? Ekki hugmynd, ég veit ekkert hvernig hinni gæðinir eru. Nei, ok. Glæslegt. Þú vannst síðustu keppni líka. Já. Þú vinnur núna. Já. Ætlar ekki að reyna að vinna til þína? Nei. Ertu, sko, ekki þú gæti það? Nei. Já, þá þurfti ég bara að setja svo mikið tími í þetta. Ég bara, þá myndi ég, já, það... Settur þú mikið tími í þessa keppni á síðustu? Miklu minna. Já, þú getur þetta. Þú þarft ekki tíman. Það er við að segja þetta. Ég veit ekki alveg hvað gerist hérna, sko, en þannig að, jú, alveg þarf maður tíma, sko. Þú ert að lifta alveg vel um þetta í stígum með þessu, sko, það er. Ertu ekki búinn að vera að setja meiri tíma í þessa og síðustu keppni heldur en bara svona almennt, eða? Síðustu keppni, jú, aðeins kannski. Og þegar ég fann þannig að snemma á æfingu. Svo kom Nordic Masters inn núna, þannig að ég bara æði ekki neitt, sko. Já. 7 hringi í gær og svo eitthvað æfingu með strákunum á hann. Og þú vinnur. Bara nokkuð samfærandi.
Ég held að við sjáum þið vinna aftur. Þú Já, verður ég komin held í að. bullandi Já. baráttu, sko. Og verður svo háður þessu kampaunni. Það gott. Hvað æfir þið mikið fyrir hverja keppni að jafna þið? Þetta frá honum Nenia. Örugglega svona 2-3 heilar keppnir með strákunum. Já, bara svona yfir 2 vikurnar. Já, en þú veist, svo þetta maður Shit. hann að snemma inn og tekur hana eitthvað svona styttri æfingar. Eitthvað 7 hringi eða eitthvað. Já, það er tími í þetta. Hilli billi Það hérna með ógeðslega leiðilegt að æfa, sko. puttana. Já, það verður svolítið svona, það verður svolítið langdrátt, finnst mér. En ég gerði það þegar ég var að byrja þetta, þá bara þekkti ég ekki reyna brautir. Nei, Setti ég monster tíma í þetta og ég meikaði ekki, sko. nei, ég skil þig. Nei, svo kannski ekkert betra fyrir suma að vera að æfa sig líka í suma. Já, Já, svo er ég að keyra í dailies og gera alls konar, þannig ég er alveg að keyra, sko. Þú ert heitur. já, ég meina að þú veist, þetta er greinilega að virka fyrir þig. Þannig að, hvað ættum við að fara að segja, skilur við? Maður reyna að setja hit í þetta bara svo við það. Já, við erum að reyna að búa til eitthvað aðeins, þetta var ekkert sérstaklega spennandi keppni fyrir utan þig og Jökul sko. Já, mér varst það heldur gaman. Já, ég get Já, trúið því. það var mjög flott að því byrjun. Alltaf gaman að vinna. Var þetta ekki Óli beintur aftan? Jú, jú. Hann Það var allir 3 á tímabili. hann var endalaust bara, sko. Já, Hann beið bara eftir tækifæri. Sleit sig ekki frá. Er einhver atvik í keppninu sem þú vilt fara yfir? Og chat, viljið þið fara yfir eitthvað líka? Ég held að ég segi þetta bara gott, klukkan er meira en 11. Ég ætla bara að Já, túlur. Já, áfram Dogabit og við sjáumst eftir 2 vikur. áfram tókabitt. Til að mikið áttur. Takk. Er einhver atvik sem að chat vill fara yfir það? Hann ætla sér ekki að vinna þetta. Nei, mér sko að Skýtt að heyra það. þetta er svona, þetta er rosalega fölsk svona, hvað kallast þetta? Hóværni. Passa að sé ekki sett press á hann. Já. Hann ætla sér, þú Hann getur ætlar- ekki hann annað ætlar- en lagt sett markmiðin að fara allavega herrin 4. seti. Já, hann ætlar að vinna þetta. Hann er að Því nálgast það er enginn sem vill fara yfir neina atvik, það er ekki bara komið hjá okkur. Jó, Ekki bara bara. Við þökkum fyrir okkur. þökkum fyrir okkur og hérna sjáumst eftir 2 vikur í New York, held ég. Er ekki Watkins Glen næst? Watkins Glen er næst. jú. Já, frábæbrut. Það verður alvöru. Mín, prívat og persónulega, er þetta mín uppáhaldsbraut í leiknum. Algjörlega. Geggjað. Takk fyrir. Yes. Takk. Bye bye.